Góðan daginn, Druslur Íslands! Í bakslaginu sem nú stendur yfir hefur verið hamrað á því við okkur að jafnréttisbaráttan og baráttan gegn kynbundnu ofbeldi hafi gengið of langt. En við druslurnar vitum að hún hefur aldrei nokkurn tímann gengið nógu langt. Þarf hún að ganga lengra þegar að nauðganir eru ennþá álitnar viðbúinn fórnarkostnaður við útihátíðir á Íslandi? Nei! Þarf hún að ganga lengra þegar ríkustu menn heims sem gætu bundið endi á fátækt eða stríð kjósa að búa frekar til tækni sem fjöldaframleiða falsaðar nektarmyndir af okkur? Nei! Þarf hún að ganga lengra þegar konur og stúlkur á Íslandi ekki einu sinni öruggar fyrir gerendum í dagvistunarúrræðum hjá sveitarfélaginu eða í kúrustund á leikskólanum? Þarf hún að ganga lengra þegar hægt að fá skilorðsbundinn dóm fyrir hrottalega nauðgun á Íslandi? Já! Þarf hún að ganga lengra þegar þau sem eru svört, fötluð, trans, kynsegin, fátæk eða af erlendum uppruna eru útsettari fyrir ofbeldi en við hin? Já! Nákvæmlega! Þarf hún að ganga lengra þegar meiri hluti kynferðisbrota felldur niður? Já! Þurfum við að druslast meira? Já! Bakslag sem nú stendur yfir á heimsvísu áþreifanlegt og alvarlegt. Það auðvelt að missa móðinn þegar horft á Epstein-skjölin og þá staðreynd að margir valdamestu menn í heimi eru sakaðir ólýsanlega glæpi og hafa ekki þurft að taka neinum afleiðingum. Það auðvelt að fyllast vonleysi þegar ríkustu menn veraldar borga fyrir að halda þessum ofbeldismönnum við völd og láta algoritmana dæla kvenhatri og nauðgunarmenningu yfir okkur hin. En vonina að finna ef við lítum öxl og horfum aftur í tímann því við höfum verið hérna áður. Fyrir 2000 árum í Róm voru klikkaðir og siðspilltir keisarar búnir að safna ríku elítunni í kringum sig og dundu sér við að pína og ganga fram af almenningi. Þeir pyntuðu, nauðguðu og myrtu í þeirri trú að þeir væru ósigrandi og að lögin ættu ekki við þá. Fyrir 2000 árum trúði því enginn að Rómarveldi myndi riða til falls, en það gerði það nú samt því fólk fékk nóg. Það hafa alltaf verið til hugrakkar druslur í mannkynssögunni sem heimta betri heim og eru tilbúnar að berjast fyrir honum og við erum samankomnar hér í dag. Og júlí var ekki góður mánuður fyrir feðraveldið. Valdamesti ofbeldismaður í heimi, Donald Trump, þurfti að borga Jean Carroll $5 milljónir fyrir að hafa nauðgað henni. Ég endurtek að forseti Bandaríkjanna dæmdur kynferðisbrotamaður og $5 milljónum fátækari. Og þá það valdamesti ofbeldismaður internetsins, andfeministinn og kvenhatarinn Andrew Tate, var handtekinn aftur. Í þetta sinn eru ákæruliðnir 42 talsins og innifela barnaníð, nauðgun og mansal. Krakkar, ljóta outfitið sem hann var handtekinn í var bara bónus! Hugrakkar konur sem létu ekki óttann við að vera stimplaðar druslu stöðva sig, drógu þessa menn til ábyrgðar.
Stjórnin hefur reynt að skamma þig eða þagga niður í þér með að kalla þig druslu. Ekki örvænta, það er ennþá tími til stefnu. Druslur eru breytingin sem heimurinn þarf á að halda. Þið ætti hér í dag að ljúka þessu með mér með því að senda læti og baráttukveðjur til hetjanna í Epstein-skjölunum sem eiga betra skilið. Og þess vegna segjum við: Dear Epstein survivors, we believe you! Your fight for justice is an inspiration all around the world. How your government is treating you is shameful. You deserve justice. Iceland is with you. Ég heiti Þórdís Elva, takk fyrir mig, þetta er hún Lilja Íris, táknmálstúlkar eru bestir, áfram Druslur!